Veröld sem var, 5. kafli, borg hinnar eilífu æsku. Ég hafði heitið því á sjálfa mig að nota hið nýfengna frelsi til að dveljast árlangt í París. Ég hafði skroppið þangað tvisvar áður og fengið veður af óþrjótandi fjölbreytni borgarinnar, vissi að árstvöl þar yrði ungu manni svo uppspretta hugljúfra minninga seint myndi þrjóta. Hvergi sveif andi æskunar yfir vötnum sem hér í þessari borg öllum býður yndisþokka sinn en gefur sig þó engum til fulls. Ég veit að vísu að hinn öra og áfenga París æsku minnar ekki lengur til. Ef til vill hefur hún glatað að fullu yndislegu andvaraleysi sínu við það að hendur hrottans þrýstu á hana brennimarki sínu. Á sömu stund og ég hóf að rita þessar línur ultu fram þýskir herir í skjóli skriðdreka eins og skarar grárra maura til að leggja í auðn þennan blómlega litskrúðuga reit samræmis, fegurðar og sallar glaðvarðar. Og nú það komið fram, hakakrossin blaktir yfir Eiffelturninum og svartar stormsveitir halda ögrandi hersýningar á Champs-Élysées, stræti Napóleons. Ég finn í fjarska hvernig hjörtun herpast innan læstra dyra og hvílíka hinnir góðlyndu borgarar verða að þola að sjá sigurvegarann að trampa á hermannahöllum hinn vistlegu kaffihús og bjórstofur. Varla hefur nokkurt mótlæti fengið mér slíks angurs og örvæntingar og niðurlæging þessarar borgar sem öllum borgum fremur kunni að gera gistivinum sínum lífið hamingjusamt. Skyldi hún nokkur tíman verða óbornum kynslóðum það sem hún var okkur, vitur lærimeistari og töfrandi fordæmi í senn frjáls og skapandi, örlát við hvern og einn en þó æ ríkari af þessari fögru sóun. Veit ég vel að það ekki París ein sem þjáist nú. Önnur lönd Evrópu munu ekki heldur áratugi verða söm og þau voru fyrir heimstyrjöldina fyrri. Ekkert hefur megnað að eyða þeirri óveðursbliku sem þá dró upp á hinn bjarta sjónbaug Evrópu. Gremja og tortryggni milli manna og þjóða hafa haldið áfram að grafa sig eins og tærandi eitur í limlestum líkama. Þó aldarfjórðungurinn milli styrjaldana færði norðurálfu þjóðunum framfarir í tækni og umbætur í félagsmálum, hafa þær samt glatað að mestu lífsgleði sinni og áhyggjuleysi. Það gæti verið efni í langa frásögn að lýsa því hve vonglatt og barnslega kátt fólk á Ítalíu var hér áður, jafnvel það sem bjó við sárustu fátækt, hvernig það söng og hló á veitingastöðunum og spottaðist að hennu slæma governo. Nú verður þetta sama fólk að stunda hvimleiðar hergöngur með hökuna út í loftið og beiskju í hjarta. Man nú nokkur framar hið gamla Austurríki, svo létt, góðlátlegt og glaðvært, svo frómt í trúnni á sinn keisarlega herra og þann guð sem gaf því svo hæga daga. Engin Rússi, Þjóðverji, né Spánverji veit nú framar hvílíkan merg hinn andlausa gráðuga ríkis ófreskja hefur sogið úr sálarlífi þeirra. Þjóðirnar finna einungis að annarlegur skuggi, mikill og válegur, grúfir yfir lífi þeirra. En við sem munum öld einstaklingsfrelsisins, við vitum og getum borið að Evrópa naut eitt sinn áhyggjulausara, frjórra og litauðugra lífs og okkur hryllir við hvernig heimur vor hefur farið sér að voða og kallað yfir sig ánauð og formyrkun. Hvergi birtist hamingja hins eðlilega og áhyggjulausa en jafnframt viturlega lífernis í glæsilegri mynd en í París, þar sem fegurð ytri forma, mildi loftslagsins, menningararfleið og auður hjálpuðu stað. Við ungu mennirnir hrifumst með straumnum og létum líka vaða á súðum. Á Signubökkum voru allir eins og heima hjá sér, hvort heldur voru Kínverjar, Skandinavar, Spánverjar, Brasilíumenn, Grikkir eða Kanadamenn. Hér voru engar hömlur, allir máttu tala, hugsa, hlæja eða skammast eins og þeim sýndist. Hver gat lifað eftir eigin höfði, eitt saman eða í félagsskap, við óhóf eða sparsemi sem fursti eða flakkari. Allir máttu vera í friði með sérvisku sína og þjóðareinkenni. Á hinum veglegu gistihúsum voru öll hnossgæti matgerðarlistarinnar á boðstólum fyrir offjár, auk fjölda víntegunda, þar á meðal syndsamlega dýrt koníak frá dögum orustana við Marengo og Waterloo.
En einnig var hægt að eta og drekka næstum því jafn stórmannlega í vínkrá á næsta horni. Á tróðfullum stúdentagörðum latneska hverfisins fékkst fyrir nokkrar súgur kraftmikil nautasteik með gómsætum forrétti og ábæti ásamt rauðu eða hvítu víni og álnarlöngum hleif af ljúffengu hveitibrauði. Allir gátu gengið til fara eins og þeim þóknaðist. Stúdentar spígsborðu með spjátrungslegar húfurnar stræti heilags Mikjáls, málararnir gengu með barðastóra hatta og í hofmannlegum svörtum flauelsjökkum. Verkamenn röltu fínustu breiðgöturnar eins og ekkert væri, ýmist snöggklæddir eða í bláum burum, slíkt hið sama barnfóstrur með stórar höfuðskýlur og vínkaupmenn með bláar svuntur. Það þurfti ekki að vera 14. júlí til þess að nokkur ung pör fengju sér snúning á götunni lágnettið og lögreglan hlóað öllu saman. Gatan var öllum frjáls. Fríðustu meyjar hikuðu ekki við að leiða bik svarta blámenn eða skáeygða kynverja á næsta skemmtistað. Hver skeytti í París kynflokk, stétt eða uppruna, þessar grílur sem nú hafa verið vaktar upp og magnaðar. Fólk talaðist við og skemmti sér með hverjum sem því sýndist og svaf saman á þess að hirða hótum hvað aðrir segðu. Já, maður varð fyrst að hafa verið í Berlín, varð fyrst að hafa kynnst þýmensku þjóðverja og hárnæmri stéttarvitund til að kunna að meta París að verðleikum. Í Þýskalandi umgekkst liðsforingja maddamann ekki kennarafrúna, svo síðarnefnda ekki kaupmannsfrúna, en hún aftur á móti alls ekki verkamannskonuna. Í París var ávöxtur byltingarinnar hins vegar runnin fólki í merg og bein. Öreiginn taldi sig jafn gildan borgara og atvinnureikandan. Borðalagðir hersöðingjar tókust kumpanlega í hendur við þjóna á veitingahúsum og heimilisræknar smá borgarafrúr fytjuðu ekki upp á nefið þar mættu vændiskonu sem bjó á sömu hæð, heldur röbbuðu daglega við hana í stiganum og leyfðu börnunum að færa henni blóm. Einu sinni sat ég á glæstu hóteli, La Rue, hjá Magdaleinukirkjunni þegar nokkri stórbændur frá Normandí komu þangað úr skírnarvislu. Þeir komu inn með stígvélaskarki, klæddir að sveita sig og með svo mikil smyrsli hárinu að lyktina lagði alla leiðin í eldhús. Þeir töluðu hátt og gerðust æ hávarari því meira sem þeir drukku og hnipptu ertnislega í bústnar eiginkonurnar. Eins og sönnum bændum sómdi sátu þeir ófeilnir innan kjólklædda herra og skartbúnar dömur. Nauðrakaður og strokin þjónninn setti ekki heldur upp merkisvip eins og starfsbræður hans í Englandi og Þýskalandi myndu hafa gert andspænis og búralegum gestum, heldur þjónaði þeim til borðs með þeirri hæversku og siðfáun ráðherrar og þjóðhöfðingjar hefðu mátt vera sæmdir af. Og gestgjafinn sjálfur fann jafnvel hvöt hjá sér til að heilsa með sérstökum virtum upp á þessa helst til umsvifamiklu gesti. París viðurkenndi aðeins andstæður, ekki hið aðra og lægra. Hér voru engin greinileg skil milli skrautlegra stræta og skítugra hliðargatna, allstaðar var jafn glatt á hjalla. Í görðum útkverfana léku götuspilarar á hljóðfæri sín og ungar stúlkur tóku undir innan við gluggana. Allstaðar var glaðværð og þýlegt viðmót. Þegar tveimur ökumönnum lenti saman, tókust þeir í hendur á eftir, drukku glas af víni og sporðrendu nokkrum ódýrum ostrum. Hvergi þekktist lundaskapurinn í hroki. Auðvelt var að komast í kunningsskap við konur og jafn auðvelt að slíta honum. Allir fundu eitthvað við sitt hæfi, hver ungur maður gat eignast fjöruga vinkonu sem laus var við allan tepurskap. Mikið var auðvelt og gott að lifa í París, ekki síst fyrir æskuna. Sjálft röltið göturnar var manni bæði til fróðleiks og yndisauka því að sérhverjum var allt frjálst. Maður gat farið inn í fornbókaverslanir og blaðað þar í bókum í stundarfjórðung án þess að bóksalinn tæki að nöldra. Maður gat grúskað að vild í söfnum og listmunabúðum, snuðrað á uppboðum í Drouot hótelinu og spjalla við barnfóstrur í skemmtigörðunum. Það var ekki auðvelt að stilla sig þegar maður var einu sinni kominn á ráp. Gatan dró líkt og segull því þar var alltaf eitthvað nýtt að sjá. Yrðu menn þreyttir gátu þeir sest á garðsvalir við eitt hinna fjölmörgu kaffihúsa, fengið pappír ókeypis og skrifa bréf, en jafnframt hlustað á geip götusalna glingur sitt og óþarfa. Aðeins eitt var örðugt, að vera heima eða fara heim, einkum á vorin,
þegar mjúk og silfurtær birtan glampaði yfir Signu og lauf trjánna meðfram breiðgötunum tóku að bruma og ungu stúlkurnar skreittu sig með fjóluvöndum sem kostuðu eina súgu. En það þurfti sannarlega ekki að vera vor til þess að fólk væri í góðu skapi í París. Í þann mund ég kynntist borginni fyrst var hún ekki jafn samfellt heild og nú á neðanjarabrauta og bifreiða. Aðal samgöngutækin voru þá geysistóri strætisvagnar dregnir af stórum löðursveitum hestum. Samt var París ekki skoðuð með auðveldara móti en því að sitja á efri hæð þessara miklu vagna eða aka í opnu léttivögnunum sem ekki fóru heldur mjög geyst. Þá var bara talsvert ferðalag að fara frá Montmartre til Montparnasse og með hliðsjón af sparsemi smáborgarana í París trúði ég fyllilega þeirri þjóðsögu að sumir byggju á hægri bakka Signu hefðu aldrei stigið á fæti þann vinstri og að sum börn léku sér einungis í Luxemburgargarði en hefðu aldrei augum litið Tuileries-garðinn eða Monceau-garðinn. Almenningur hélt sig mest heima í sínu hverfi. Sérhver skóp sér sína litlu París innan stórborgarinnar og þess vegna hafði hver bæjarhluti sín sérstaka sveitarbrag. Því var þá nokkur ákvörðun fyrir útlending hvar tjöldum skyldi slegið. Latneska hverfið heillaði mig ekki lengur. Þangað hafði ég þotið beint af járnbrautarstöðinni þegar ég kom hér tvítugur í stutta heimsókn. Strax fyrsta kvöldið hafði ég sest inn á Café Vachette og skoðaði lotningarfullur stól Verlaines og marmaraborðið sem hann var vanur að slá í með stafnum sínum ef hann reiddist og vildi láta að sér kveða. Og ég sjálfur hófsemdar maðurinn hafði drukkið 1 staup af malurtar brennivíni honum til heiðurs þótt þessi ígræni drykkur væri alls ekki að mínum smekk. En mér fannst að ungur aðdáandi ljóðskálda Frakklands væri skyldur að hafa siðvenjur þeirra í heiðri í latneska hverfinu. Af formsástæðum hefði ég þá helst viljað búa í kvisti upp á 5. hæð nálægt Sorbonne til þess að vera sem trúastur anda hverfisins eins og ég hefði kynnst því á bókum. Hálf 30 að aldri var ég ekki lengur svona barnalega rómantískur, þótti stúdendahverfið of alþjóðlegt og með litlum Parísarbrag. Nú ætlaði ég síst af öllu að velja mér fastan samastað á slóðum fornfrægra skálda, heldur það sem vinnufriður var mestur. Ég leitaði vandlega fyrir mér. Skrauthverfi Parísar eins og Champs-Élysées voru lítt til þessar ætlunar fallin, því síður hverfið kringum Café de la Paix, þar sem ríkisfólk frá Balkanlöndum kom saman og engir töluðu frönsku nema þjónarnir. Betur leist mér á hverfið við Saint-Sulpice, sem umlykt var kirkjum og klaustrum, þar áttu Rilke og Suárez stundum heima. Samt til Lúðvíkseyja var einna álitlegust, því þá hafði maður sambönd báðum megin fljótsins. En strax í fyrstu vikunni rakst ég á enn fegurri stað. Ég var á rölti í súlnagöngum við Palais Royal þegar ég tók eftir fornri höll sem skar sig úr risabyggingum þessa stílhreina fernings Philippus hertogi Égalité hafði látið reisa á 18. öld. Nú hafði henni verið breytt í fremur frumbýlingslegt hótel. Ég leit á herbergi og sá mér til hrifningar að glugginn sneri út að hallargarðinum en hún var lokað í rökkurbyrjun. Á kvöldin heyrðist niður borgarinnar aðeins sem friðlaust bylgjusog við fjarlæga strönd. Stytturnar glóðu í tungsljósinu og á morgnana barst oft angana fersku grænmeti frá sölubúðum í grennd. Í þessu sögufræga hverfi við Palais Royal höfðu skáld og stjórnskörungar 18. og 19. aldar búið. Beint á móti var húsið þar sem eftirlæti skáldkona mín, Marceline de Bord-Valmore, hafði átt heima, en upp á kvistinn til hennar höfðu oft komið í heimsóknir Balzac og Victor Hugo. Á staðnum þar sem Camille Desmoulins hafði hvatt fólki saman til áhlaups á Bastiluna stóð nú skínandi marmaramerki. Hér voru göngin þar sem Bonaparte litli hafði í fátækt sinni leitað sér að vinkonu meðal þeirra miðlungi dygðugu kvenna hingað sóttu sér til afþreyingar. Saga Frakklands orti hér á mann frá hverjum steini. Auk þess var landsbókasafnið í næstu götu en þar sat ég á morgnana. Héðan var einnig stutt á Louvre-safnið eða út á Ösina á breiðgötunum. Loksins hafði ég fundið stað
sem var mér að skapi, miðdepil Parísar, þar sem hjarta Frakklands hafði slegið heitt og háttbundið í aldaraðir. Ég minnist þess að André Gide kom eitt sinni heimsókn og varð steinhissa á þessari kyrrð innst inni í hjarta borgarinnar. Við þurfum útlendinga til að uppgöta fegurstu staðina í okkar eigin borg, varð honum að orði. Og í rauninni hefði ég vart getað fundið friðsælli stað og leið sérkennilegri fyrir París en þessa rómantísku vinnustofu mitt inni í glaummestu borg heimsins. Mikið reikaði ég göturnar í þá daga, margt var það sem ég sá og margs leitaði ég í óþreyju minni. Ég vildi ekki einungis kynnast París ársins 1904. Hugur og hjarta leitaði að París Hinriks IV, Lúðvíks XIV, Napóleons og byltingarinnar, París Balzacs og Zola, Rétif de la Bretonne og Karls Lúðvíks Filipusar. Hér fann ég, eins og ávallt í Frakklandi, hvernig þjóð eignast eilíft líf í sönnustu bókmenntum sínum, því að í París var mér eiginlega allt fyrirfram kunnugt af lýsingum ljóðskálda, skáldsagna-höfunda, sagnfræðinga og þjóðsagnaritara. Það var líkast því að rifja upp gamla endurminningu að líta þetta allt með eigin augum, en slíkar kenndir telur Aristóteles hinn gríski unaðslegastar og leyndardómsfyllstar í allri listgleði. Og þó verður innsti leyndardómur þjóðar eða borgar aldrei fundin í bókum né á linnulausu randi, heldur aðeins á hinum bestu mönnum. Einungis í sálufélagi við lifandi fólk er hægt að öðlast skilning á tengslum þjóðar og lands. Ytri athugun ein skapar yfirborðslega og ósanna mynd. Góða menn eignaðist ég líka vinum og skal fyrstan telja Léon Bazalgette. Vegna náins sambands við Verhaeren sem ég heimsótti 2 í viku til St. Claude, lenti ég aldrei, eins og flestir útlendingar gerðu, í hinni stormasömu nýlendu erlendra málara og rithöfunda vöndu komur sínar á Café du Dôme, hver með sína servisku að heiman. Við Verhaeren vorum hins vegar tíðir gestir á heimilum málara og skálda þar sem þeir lifðu í kyrrlátri önn, hver út af fyrir sig, líkt og á afskektri eyju, mitt í erli og glaumi borgarinnar. Þá sá ég vinnustofu Renoir og bestu lærisveina hans. Í ytri háttum voru þessir impressionistar ekkert frábrugðnir venjulegum smáborgurum, þótt verk þeirra seljist nú á $10,000. Þeir bjuggu oftast í litlu húsi með viðbyggri vinnustofu, engin sundurgerð eins og hjá Lenbach og öðrum frægðarmönnum í München byggðu sér skrauthísi í pompeískum stíl. Þau skáld sem ég komst í kynni við lifðu jafn óbreyttu lífi og málararnir. Þau höfðu flest á höndum eitthvert ríkislaunað smástarf sem litla vinnu útheimti. Sú mikla virðing fyrir andlegum störfum lengi hefur verið við lýði í Frakklandi hjá háum sem lágum, hefur skapað þá skynsamlegu hefð að fá skáldum og rithöfundum litlar tekjur hafa af verkum sínum eitthvert gervistarf. Þeir voru til dæmis útnefndir bókaverðir í flotamálaráðuneytinu eða ríkisráðinu. Slíkt gaf nokkur laun í aðra hönd en krafðist lítillar vinnu því ráðherrarnir þurftu sjaldan á bók að halda. Hinn hamingjusami launþegi gat því setið í makindum við gluggann á hinu gömlu og glæstu ríkisráðshöll við Luxemborgargarðinn og vort ljóðsýn í vinnutímanum án þess að þurfa að hafa áhyggjur af ritlaunum. Og þetta smávægilega öryggi var honum nóg. Sumir voru læknar, eins og seinna þeir Duhamel og Durtal, aðrir, eins og Charles Vildra, ráku litla listmunaverslun og enn aðrir voru menntaskólakennarar, til dæmis Romain og Jean-Richard Bloch, Paul Valéry vann á Hava fréttastofunni og loks fengust sumir við útgáfustörf. En enginn var jafn steigurlátur og eftirmenn þeirra, sem svo voru spiltir af metsöluútgáfum og kvikmyndagróða að þeir gerðu kröfu til að vera sínir eigin herrar jafn skjótt og einhver listneigð lét á sér bæra. Það sem fyrrnefnt skáld sóttust eftir með því að takast á hendur þessi yfirlætislausu störf var aðeins lágmarks öryggi ytri afkomu gerði þeim kleift að vinna óháðir að list sinni. Vegna þessa öryggis gátu þeir með öllu gengið fram hjá hinum spiltu Parísarblöðum og skrifað einvörðungu fyrir fátæk tímarit sem haldið var úti með fulltingi óeigingjarna stuðningsmanna.
Og þá gátu þeir líka tekið því með jafnaðargeði þótt leikrit þeirra væru aðeins sýnd í leikhúsum bókmenntaunnenda og nafn þeirra væri í fyrstu óþekkt nema í eigin hópi. Þetta átti við Claudel, Peguy, Roland, Suarez og Valéry sem voru í áratugi ókunnir nema meðal fárra útvaldra. Í önn og hraða borgarinnar voru þeir hinir einu sem ekki þurftu að flýta sér. Kyrrlátt líf og starf í rósömu umhverfi fjarri torgum heimsins var þeim meira virði en að láta á sér bera. Þeir fyrirurðu sig ekki fyrir að lifa spart og smáborgaralega til þess að geta hugsað djart og frjálsmannlega í list sinni. Konur þeirra matreittu og sáu heimilishald og þegar komið var saman á kvöldin var allt ósköp látlaust og viðkunnalegt. Við sátum á tágastólum kringum borðkríli með tíglóttum dúk, íburður engu meiri en hjá rafvirkjanum á sömu hæð, en allt frjálslegt og óþvingað. Þeir höfðu hvorki síma, ritvél né skrifara, forðuðust öll tækni áhöld jafnt og galdratól áróðursins og handrituðu bækur sínar líkt og gert var fyrir 1000 árum. Jafnvel á skrifstofum stór útgáfi fyrirtækja eins og Mercure de France var engin hraðrítari né flókin vélbúnaður. Ekkert var gert til að sýnast, engar auglýsingar né kynningar. Öll þessi frönsku skáld lifðu eins og þjóðin sjálf fyrir lífsgleðina, af vísu æðsta stig hennar, sjálfa sköpunargleðina. En hvað hugmyndir mínar frönsk skáld breyttust við kynnin af þessum nýju vinum. Komu ekki lifnaðarhættir þeirra heldur illa heim við lýsingar Bourget og annarra tískuhöfunda litu á salónin sem raunverulega heim. Og nú sá ég fyrst hversu svívirðilega rangar hugmyndir við heima höfðum gert okkur frönsku konurnar. Við höfðum nefnilega séð þeim lýst í bókum sem tískudrósum ekki hefðu sinnu á öðru en að spegla sig og lifa í ævintýrum og óhófi. Hvergi hef ég séð betri og hæglátari húsfreyjur en þessar sparsömu og látlausu eiginkonur skaldbræðranna sem ætíð voru léttari bragði jafnvel þótt þröngt var í búi. Þar önnuðust börnin, settu fram töfrarétti á litlu eldavélarkríli og fylgdust þó af lífi og sál með starfi bænda sinna. Engin útlendingur þekkir í sanna Frakkland nema hann hafi verið tíður gestur á slíkum heimilum. Það sem gerði vin minn, Léon Bazalgette, einstæðan meðal þessara skáldakynslóðar var það að hann varði allri sköpunargáfu sinni til að túlka verk þeirra skálda sem hann unni. Því skaði að nafn hans skuli hafa gleymst í flestum nútíma bókmenntasögum frönskum. Hann var fæddur félagi, fórnfísin sjálf holdi klædd. Hann leita á það sem hlutverk sitt í lífinu að útbreiða og efla allt sem varanlegt gildi hafði og sóttist ekki einu sinni eftir þeim sjálfsagða metnaði að vera talinn frömuður þess eða uppgötandi. Virkur áhugi hans átti upptök í djúpri siðgæðisvitund. Hann var eilítið hermannlegur í sjón þótt hann var í ákafur andstæðingur hermennsku, en í allri framkomu var hann ljúfmennskan sjálf og félagslindið, ætíð boðin og búin til að hjálpa eða ráðleggja, mátti ekki vamsitt vita í neinu og bar ætíð fyrir brjósti annara hag en aldrei sinn eigin. Tími skipti hann engu, peningar voru honum hjóm þegar vinir hans áttu í hlut og vini átti hann allan heim, fámennan en valinn hóp. 10 árum hafði hann varið til að kynna Frökkum Walt Whitman með því að þýða öll kvæði hans og skrifa ævisögu hans. Verk þessa frjálsöga mannvinar áttu að vera Frökkum fyrirmynd í að vera mannlegir og bróðurlegir gagnvart öllu mannkynni. Slík var lífshugsjón þessa ágæta Frakka og alþjóðasinna. Við urðum brátt alúðar vinir því að þjóðernisríkur var báðum fjarri. Báðir höfðum við tekið ástfóstri við annara verk án þess að hyggja á ytri hagnað og báðir settum við andlegt frelsi öllum gæðum ofar. Þegar ég seinna las í bók Rolands fund þeirra Olivers og Jóhanns Kristófers fannst mér það næstum til lýsing á kynnum okkar vinanna. En það fegursta og ógleymanlegasta við vináttu okkar var það að á henni var alltaf snöggur blettur sem ætla mætti að hindrað hefði náinn trúnað. Þótt Léon Bazalgette væri afar hlýtt til mín og mæti mig úr hófi fram fyrir þýðingar mínar á verkum fyrir Herens, neitaði hann stöðugt af sinni gullvægu hreinskilni að viðurkenna neitt af því sem ég hafði sjálfur samið.
Í hvert sinn ég kom til Parísar var hann fyrstur manna til að heilsa mér á stöðinni. Hann var ætíð til taks ef ég þurfti einhvers með og í öllu sem máli skipti voru við samrýndari en nokkrir bræður. En frumsamin verk mín voru honum ekki að skapi. Hann hafði lesið eftir mig bundið mál sem óbundið í þýðingu Henri Gulbó, seinna var frægur í heimsstyrjöldinni og af vináttu sinni við Lenín og þótti alltaf jafn lítið til koma. Þetta væri ekki í neinum tengslum við raunveruleikann, sagði hann miskunnarlaust, skírskotaði aðeins til kunnáttumanna en slíkt var eitur í hans beinum og gramdist að ég skildi yrkja á þennan hátt. Heiðarleiki hans við sjálfan sig leyfði hér enga tilslökun, ekki einu sinni fyrir kurteisi sakir. Til dæmis bað hann mig að vera sér hjálplegur við útvegun efnis frá þýskumælandi höfundum í tímarit sitt, sem sagt einhverjum skrifuðu betur en ég. Eftir mig, besta vin sinn, birti hann aldrei línu þótt hann fyrir vináttu sakir yfirfæri endurgjaldslaust franska þýðingu á einni af bókum mínum. Vinátta okkar varð mér enn dýrmætari fyrir það að aldrei bar á hana minnsta skugga enda þótt þetta skringilega ástand héldist heilan áratug. Og aldrei hefur viðurkenning nokkurs manns glatt mig meira en Basel Getz þegar ég loks á styrjaldar árum sneri baki við fyrri verkum og fann eitthvað til að segja frá eigin brjósti. Ég vissi að hann var jafn innlægur í lofi sínu á þessum nýju verkum og hann hafði verið óvæginn í gagnrýni sinni fyrr á árum. Ástæðan fyrir því að ég get þýska skáldsins Rainer Maria Rilkes hér í þessari frásögn minni af Parísardvölinni sú að þar bar fundum okkar oftast saman og að bestu minningar mínar hann eru frá París, þeirri borg sem hann unni aðrar borgir fram. Þegar ég minnist hans og annara völunda hins fágaða tignaða málfars, þessara dáðu nafna sem voru mér á æskuárunum eins og fjarlæg stjörnumerki á festingunni, sækir á mig svo angurværa hugsun. Geta slíkir meistarar ljóðræns forms átt nokkur skilyrði framar á vorum róstusömu umbrotatímum? Þetta ekki fallin stofn, við eigum hér að baka sjá, stofn sem ekki mun vaksa að nýju á stórviðra og hretasamri öld. Þessi skáld kröfðust engra ytri lífsgæða, hvorki viðurkenningar fjöldans, heiðurstákna né hagnaðar. Eina ástríða þeirra var sú að yrkja í kyrrð og næði ný og ný ljóð, þar sem hver ljóðlína var þrungin hljómi og leiftrandi af litum og líkingum. Þeir mynduðu bræðralag, eins konar munkareglu mitt í glaumi tímans, þessir fúsu afneitarar hversdagsins sem ekkert vissu aðra en kliðmjúka hrynjandi ljóðs sem lágværari en þytur laufs í vindi og yfirgnæfir þó skarkala heimsins og lýstur fjarlægar sálir töfrum sínum. Það verður ekki ofmetið hvað návist þessara vamlausu manna var göfgandi fyrir okkur ungumennina, hvílíkt fordæmi okkur gafst í þessum þjónum og vökumönnum tungunar sem helguðu hinu fleiga óbrotgjarna orði hugsin allan en ekki orði dagsins og dagblaðana. Það lá við að við færum hjá okkur að horfa á þá, svo hljóðlátir og yfirlætislausir voru þeir. Einn lifði eins og bóndi í sveit, annar gegndi einhverju smástarfi, þriðji flakkaði heiminn eins og innfjálgur pílagrímur, allir fáum kunnir en því heitar unnað af þessum fáu. Þótt sumir væru í Þýskalandi, aðrir í Frakklandi eða á Ítalíu, áttu þó allir eitt og sama föðurland, ríki ljóðlistarinnar. Alltaf finnst mér það jafn dásamlegt að hafa í æsku minni kynnst þessum grómlausu skáldum. Og því spyr ég sjálfa mig með einhverjum duldum kvíða, munu hinir nýju tímar og nýju lífshættir sem hrekja menn burt frá sjálfum sér líkt og skógareldur flæmir dýrin úr fylgsnum sínum geta skapað anda svo handgengna ljóðsins list. Raunar veit ég að alltaf getur gáfuð skáld og að huggunarorð Goethes í harmljóðinu Byron verða ætíð jafn sönn. Denn die Erde zeugt sie wieder, wie sie von je gezeugt. Því að jörðin mun geta af sér þá að nýju eins og hún hefur gert frá öndverðu. Aftur og aftur mun náðargjöf skáldgáfunar falla mannanna sonum í hlut, jafnvel á þeim tímum þegar fráleitast væri slíks að vænta. En gefur nútíminn skáldum sínum það tóm til einbeitingar og íhygli sem skilyrði þess að ljóð fæðis og dafni, líkt sem evrópskum skáldum veittist á hinum mildari og rósamari árum fyrir stríðið.
Ég veit ekki hvers virði skáld eins og Valéry Verhaeren, Rilke, Pascoli og Francis Schaum eru kynslóð sem árum saman hefur haft við eyru skröltandi mylnuhjól áróðursins og tvívegis lent í stór styrjöld. Ég finn einungis að sú skylda hvílir á mér að bera fram þakkir fyrir þann lærdóm og þá hamingju að hafa notið návistar manna vígst höfðu andlegum þroska og fullkomnun, einmitt þegar heimurinn hafði gert vélvæðingu að helsta markmiði sínu. Fátt mér jafn dýrmætt og það að hafa notið varanlegrar vináttu margra þeirra manna ég bar dýpsta lotningu fyrir í æsku. Ef til vill hefur enginn af þessum mönnum lifað í slíkri kyrrð og einsemd sem Rilke né borist minna á. En þetta var ekkert kennimannlegt uppgerðar einsetulíf eins og Stefán Georg lifði í Þýskalandi. Kyrrðin fylgdi Rilke eftir og óx í kringum hann hvert sem hann fór. Þar sem hann forðaðist allt umstang og jafnvel sjálfa frægðina, allan þann misskilning sem hleðst kringum nöfn sumra manna eins og hann kom sjálfur að orði, brotnaði holskefla hégómlegrar forvitni aldrei á honum sjálfum persónulega heldur aðeins á nafni hans. Erfitt var að ná fundi Rilkes. Hann átti ekkert hús, hafði engan fastan bústað eða heimilisfang, ekkert embætti. Alltaf var hann á ferðum heiminn og enginn, ekki einu sinni hann sjálfur, vissi fyrir hvert ferðinni var heitið. Hann var svo viðkvæmur og næmgeðja að honum var raun að því að taka óhagganlegar ákvarðanir og láta uppskátt fyrirætlanir sínar. Það var því alltaf tilviljun ef maður rakst á hann. Ég kannski stattur á ítölsku listasafni og finn það á mér að einhver brosir vingjarnlega til mín. Og það varð ekki vilst á þessum bláu augum sem virtust hann leit á mann bregða innra ljósi yfir raunar hversdagslega andlitsdrætti hans. En alþýðleikinn var einmitt dýpsti lindardómurinn í eðli hans. Þúsundir gátu gengið framhjá ungum manni með ljóst drúpandi yfirskegg og hversdagslegt eilítið slavnest yfirbragð án þess að gruna að þar færi skáld og það veittið mesta á vorri öld. Maður þurfti að kynnast honum náið til að skilja hver hlétræknin var ríkur þáttur í fari hans. Hann var ótrúlega lágvar í tali og allri umgengni. Þegar hann gekk inn í herbergi þar sem mannfagnaður var, gerðist það svo hljóðlaust að varla nokkur tók eftir honum. Síðan sat hann þögull og hlustandi, lyfti oft höfði ósjálfrátt ef eitthvað vakti athygli hans og þegar hann tók sjálfur til máls var það ætíð án tilgerðar og ákafa. Hann sagði látlaust og eðlilega frá, líkt og þegar móðir segir barni ævintýri og einmitt nákvæmlega af sömu ástúðinni. Það var unaðslegt að hlýða á hann, hversu myndrænt og áhrifamikið jafnvel það smávægilega varð í frásögn hans. En þegar hann var þess var að hann sjálfur var orðinn miðdepill samkvæmisins, gerðist hann strax þögull og íhugandi á ný. Þessi hógverð birtist í hverri hreyfingu hans og í öllu látbragði. Jafnvel þegar hann hló, gaf hann hlátrinum aldrei lausan taum. Rósemi var hann með nauðsyn og ekkert truflaði hann eins mikið og hávaði og tilfinningasemi. Ég uppgefin á þessum mönnum sem spýja tilfinningum sínum eins og blóði, sagði hann einu sinni við mig, og rússa tekið því aðeins í smá skömmtum eins og áfengi. Regla, hreinlæti og kyrrð voru honum engu síður nauðsyn en prúðmennska í umgengni. Hann var miður sín klukkutímum saman ef hann þurfti að ferðast með yfirfullum sporvagni eða sitja í háværu samkvæmi. Allt gróft var honum óþolandi og þó hann ætti við þröng kjör að búa bar klæðnaður hans ætíð vott frábæra snirtimönsku og smekkvísi. Skáld og meistari látleysis hafði þar sýnilega vélt og þó var alltaf eitthvert persónulegt einkenni, ef til vill einhver skartgripur sem líti bara á, til dæmis grönn silfursnúra úlniðinn. Fegurðarskinn hans og auga fyrir hlutföllum birtist jafnt í smáu sem stóru. Einu sinni sá ég hann raða niður í ferðatösku heima hjá sér. Eins og vera bar afþakkaði hann hjálp mína því að hver hlutur var hér felldur í sinn stað eins og steinn í mósaík. Það hefði verið glæpur af óviðkomandi hendi að raska hinu fagra samræmi. Slíkur var smekkur hans í öllu. Honum var ekki nóg að skrautrita handrit ljóða sinna með svo stílhreinni rithönd að engu var líkara en hver lína var í gerð eftir reglustiku, heldur gilti það sama allt sem frá honum fór. Hversdagslegustu sendibréf ritaði hann á valinn pappír
og þar mátti aldrei standa yfirstrikað orð. Ef honum líkaði ekki setning eða orðatiltæki, endurskrifaði hann allt bréfið af sinni fágætu þolinmæði. Frá Rilkes hendi kom aldrei neitt annað en það sem óafinnanlegt var. Rósemi hans og heilsteypt skaphöfn hafði áhrif á alla sem umgengust hann. Það var frálegt að hugsa sér Rilke reiðan og jafn óhugsandi var að nokkur leyfði sér háreisti eða frekju þegar hóvarð hans var annars vegar. Stilling hans geislaði frá sér heilnæmum siðbætandi krafti. Þegar maður hafði rætt við hann góða stund, var ekki unnt að koma ruddalega fram næstu klukkutímana, jafnvel dægrin á eftir. Á hinn bóginn kom hófstilling hans í veg fyrir allan náinn trúnað og það hygg ég að fáir hafi getað stært sig af því að vera vinir Rilkes. Í 6 binda bréfasafni sínu ávarpar hann aðeins sára fáa með því orði og að skólaárunum liðnum kemur þau kunnulega orð þú tæpast fyrir í bréfum hans. Óvenjulegt tilfinninganæmi bannaði honum að sýna neinum of mikinn innileik og umgengni við þá sem voru mjög karlmennlegir í útliti olli honum beinleiðis líkamlegri vanlíðan. Við konur var hann ræðnari, skrifaðist á við þær og var miklu örari í návist þeirra. Ef til vill var það hinn skæra rödd þeirra sem heillaði hann, því grófar raddir og kverkmæltar fjallu honum mjög illa. Ég sé hann enn fyrir mér í samtali við virðulegan tignarmann þar sem hann sat allur í hnipri og þorði varla að líta upp til þess að láta ekki uppskátt hversu illa honum fjall mjórödd viðmælata síns. En það var unun að vera samvistum við hann ef honum var hlýtt til manns. Þótt orð og látbragð segðu fátt, fann maður góðleik hans leggja sér að hjartarótum eins og hlýjan græðandi straum. Þótt Rilke var í feimin og dulur, virtist hann all opinskár í París, borg lífsgleðinnar, ef til vill mest af þeim sökum að þar var hann ókunnur sem höfundur, en þar fannst honum frjálslegast og best að vera sem nafn hans og verk voru óþekkt. Ég heimsótti hann í 2 staði þar sem hann hafði herbergi á leigu. Bæði voru tildurslaus og hversdagsleg, en báru þó vitni fegurðarskyn hans og rósemi. Aldrei vildi hann búa í stórum leiguhjöllum innan hávaðasama nágranna, kaus heldur gamalt hús með minni þægindum þar sem hann gat búið heimilislega sig og allstaðar fékk hann lagað þannig í kringum sig að haganlegt yrði og í fullu samræmi við skapgerð hans. Hann hafði alltaf fáa hluti inni á sér, en ætíð glóðu blóm í skál eða vasa, kannski gjöf frá konum ef hann hafði þó ekki valið þau sjálfur á nattni sinni. Alltaf prýddu bækur veggi hans, ýmist fallega innbundnar eða klæddar í snotran pappír því hann unni bókum líkt og lifandi verum. Á skrifborðinu lágu blýantar og pennastengur í þráðbeinni röð og óskrifaðar pappírsarkir í ferhindum stafla. Rússneskt íkon og kaþólskur róðukross í hygg að hafi fylgt honum á öllum ferðum hans, settu helgiblæ á herbergið, þó trúhneigð hans væri óháð öllum kennisetningum. Hver hlutur bar það með sér að hafa verið valinn af smekkvísi og varðveittur af ástúð. Ef maður lánaði honum bók, kom hún til skila eins og jólagjöf, sveipuð í hrukkulausan silkipappír með marglitri snúru utanum. Ég minnist enn þegar hann kom inn í herbergið til mín með handritið af Weise von Liebe und Tod og geymi ennþá bandið utan af því. En fegurst af öllu var þó að slást í för með Rilke á gönguferðum hans París, því það var að skynja allt nýjum skilningi og heiðari sjón. Hann tók eftir öllum smáatriðum og mælti gjarna fyrir munni sér nöfn verslananna ef honum fannst þau hljóma vel. Það var ástríða hans að þekkja hvern krók og kima í þessari borg, næstum eina ástríðan sem ég varð var við hjá honum. Einu sinni ég hitti hann í vinaboði, sagði ég honum að daginn áður hefði ég af tilviljun rekist á gamalt gerði í Picpus-grafreitnum þar sem síðustu fórnarlömb fallaxarinnar væru grafin, þar á meðal André Chénier. Ég lýsti fyrir honum þessum litla dapurlega grafreit og hinum strjálu gröfum sem fáir ókunnugir vitja og sagði honum síðan að ég hefði af tilviljun á heimleiðinni séð opnar klusturdyr hvar nunna af búsreglunni gekk með bænafesti sína í hendinni líkt og í leiðslu og án þess að mæla orð. Það var næstum eina skiptið sem ég sá á honum óþreyju, þessum hógværa stillta manni. Hann varð að sjá þetta, bæði gröfina og klustrið.
Vildi ég segja honum til vegar? Við fórum strax daginn eftir. Hann stóð frá sér numinn á þessum einmannalega stað og kallaði hann ljóðrænasta grafreit Parísar. En á heimleiðinni reyndist klaustrið vera lokað. Þá birtist mér svo þögla þolinmæði sem honum var lagin ekki síður í hversdagslífi en starfi. Bíðum tækifæris, sagði hann. Og lítið eitt álútur tók hann sér stöðu þannig að hann gæti séð inn í klaustrið þegar dyrnar opnuðust. Við bíðum ef til vill 20 mínútur. Þá kom ein af nunnunum eftir götunni og hringdi. Núna, hvíslaði hann í ofvæni, en nunnan hafði tekið eftir því að hann var að voka yfir einhverju. Ég hef áður tekið fram að maður fann alltaf á sér hvað honum bjó í brjósti. Gekk til hans og spurði hvort hann væri að bíða eftir einhverjum. Hann brosti til hennar af þeirri hógvarð sem honum var lagin og sagði hreinskilnislega að sig langaði til að sjá inn í klaustrið. Nunnan brosti á móti og sagði að sér þætti leitt að mega ekki hleypa honum inn. Hins vegar réð hún honum að fara til garðyrkjumannsins í næsta húsi því úr glugga af efri hæðinni hjá honum mætti ef til vill eitthvað sjá. Og þannig rættist þessi ósk hans eins og aðrar fleiri. Oft lágu leiður okkar Rilkes saman en hvenar sem verður hugsað til hans sé ég hann fyrir mér í París. Honum var þyrmt við þeirri reynslu að verða vitni að niðurlægingu hennar. Það var mikill ávinningur fyrir nýliða í listinni að kynnast þessum fágætu mönnum. En samt hafði mér ekki ennþá áskotnast sá lærdómur sem mikilverðastur var. Hann átti ég heppninni að þakka. Hjá Verhaeren lenti ég í orðakasti við listfræðing einn sem hélt ég fram að tími mikillar myndlistar væri liðinn. Ég mótmælti kröftulega. Var ekki Rodin á meðal vor, jafnóki snillinga fortíðarinnar. Ég hóf að telja upp verk hans og var orðinn all þungorður eins og oft vil verða í kappræðum. Verhaeren kímdi í laumi. Sá sem dáist svona að Rodin verður endilega að kynnast honum, sagði hann. Á morgun heimsæki ég hann í vinnustofu hans. Ef þú hefur hug á því, tæki ég þig með. Hvort ég hafði, ég var andvaka að tilhlökkun. En þegar til Rodins kom, var mér með öllu varnað máls. Ég gat ekki ort á hann orði og stóð hreyfingarlaus, eins og ég væri ein af styttunum. Þótt merkilegt væri, virtist honum falla þessi feimni mín vel í geð, því að skilnaði bauð gamli maðurinn mér að skoða aðal vinnustofu sína í Meudon og einnig að snæða með sér miðdegisverð. Ég hafði lært fyrstu leksíuna að sönn mikilmenni eru öllum öðrum vingjarnlegri. Hinn næsta var svo að lifnaðarhættir þeirra eru einfaldari en annara manna. Hjá þessum manni sem frægur var víða veröld og skapað hafði verk sem öll kynslóð vor hafði tekið sérstöku ástfóstri við, snæddi maður á jafn óbrotin hátt og hjá miðlungsbónda, staðgott kjöt, nokkrar ólífur og þroska mikla ávexti á samt ódýru víni. Þetta hleypti í mig kjarki og loks tók ég að ræða við gamla mannin og konu hans eins og ég hefði þekkt þau árum saman. Eftir borðhaldið gengum við yfir í vinnustofuna, mikinn sal með afsteypum af helstu verkum hans. Þarna voru líka á víð og dreif glæsilegar tilrauna smíðar, hendur, armar, hestföx, konueyru, flest mótaði gips. Ég minnist ennþá margra þessara smíðiskripa og gæti skrifað það langt mál. Loks fór meistarinn með mig að fótstalli þar sem síðasta mynd hann stóð, hjúpuð rökum dúki, konumynd. Hann lyfti ábreiðunni með stórum hrjúfum vinnuhöndu sínum og gekk nokkur skref aftur á bak. Dásamlegt, hraut ósjálfrátt að vöru mér en ég skammaðist mér strax fyrir svo innantómt orð. Hann horfði stund á verk sitt með rólegri hlutlægni sem gjörsneitt var allri tilgerð og muldraði til samþykkis. N'est-ce pas? Er það ekki? En síðan tók hann sig á. Bara þarna öxlin, látum okkur sjá. Hann fór úr jakkanum, smegði sér í hvítan slopp, tók upp meitil og jafnaði með meistarlegum handbröðum gljúft efnið sem þegar hafði fengið á sig ferskan blæ lifandi kvenhörunds. Enn gekk hann nokkur skref frá. Hérna líka, tautaði hann. Með einum smá drætti náði hann aftur ótrúlega sterkum áhrifum. Og nú mælti það ekki fleira heldur gekk á víxl frá styttunni og horfði á hana í spegli, tuldraði eitthvað óskiljanlegt, breytti og lagfærði. Við borðhaldið hafði augnarað hans verið svo góðlegt og fjarrænt en nú skutu augu hans annarlegum gneistum og sjálfur sýndist hann stærri og yngri.
Hann vann og vann með öllum þeim ástríðu þunga og krafti sem bjó í þessum þrekna, afrenda líkama. Það brakaði í gólfinu hvert sinn hann steig niður fæti en hann heyrði það ekki. Hann tók ekki eftir að bak við hann stóð ungur maður orðlaus og með öndina í hálsinum, sæll af því að mega horfa á svo einstæðan meistara að starfi. Hann hafði gleymt mér með öllu. Ég var honum ekki lengur til. Styttan, starfið og svo fullkomna sýn hann hafði að leiðarljósi voru honum allt. Það leið stundarfjórðungur, hálftími, kannski meira. Miklar stundir í lífi manna eru ofar tíð og tíma. Rodin var svo niður sokkin í verk sitt að hann hefði ekki rankað við sér þótt eldingu hefði lostið niður. Hreyfingar hans urðu stöðugt ákveðnari, næstum reiðulegar. Einhver ofsi eða móður hafði gripið hann og kapp hans jókst í sífellu. Loks kom hik á hendur hans líkt og þær hefðu skynjað að hér var ekki meira að vinna. Tvisvar eða þrisvar gekk hann frá án þess að breyta neinu. Svo muldraði hann eitthvað í skeggið og lagði ábreiðuna yfir styttuna, nákvæmlega jafn ástúðlega og maður vefur sjali herðar unnustu sinnar. Hann varp öndinni djúpt og gerðist allur þyngri í hreyfingum. Eldurinn var slokknaður. Þá gerðist það óskiljanlega en jafnframt lærdómsríka fyrir mig. Hann fór úr sloppnum, tók jakka sinn og bjóst til brottferðar. Hann hafði steingleymt mér í einbeitingu sinni við vinnuna. Hann mundi ekki lengur að ungur maður hafði fylgt honum hingað til að skoða höggmyndirnar, vissi ekki að hann hafi staðið á öndinni fyrir aftan hann, jafn hreyfingarlaus og sjálfar stytturnar. Hann gekk til dyra. Leið og hann var að loka, tók hann eftir mér og stærði næstum illilega á mig. Hver var þessi ókunni ungi maður sem hafði laumast inn á vinnustofu hans? En jafn skjótt áttaði hann sig og kom til mín næstum sneipulegur. Fyrirgefið, herra, tók hann máls, en ég lét hann ekki komast lengra. Ég greip einungis hönd hans sem ég hefði helst til að kissa. Á þessari stundu hafði ég séð upp ljúkast leyndardóm allrar mikillar listar og í rauninni allra mannlegra afreka, einbeitinguna, sameiningu allra líkamlegra og vitrænna krafta, sjálfgleymi og eldmóð skapandi listamanns. Hér hafði ég lært nokkuð sem ekki gleymdist. Það hafði verið ætlun mín að fara til Lundúna í maílok, en ég neyddist til að flýta för minni hálfan mánuð vegna óvæntra atvika sem ollu því að mér varð lítt við vært í hinni ágætu íbúð. Þessi atvik urðu mér þó til ósveikins gamans og veittu mér jafnframt fróðlega innsýn í hugsunarhátt fólks af ýmsu tagi í Frakklandi. Ég hafði verið fjarverandi úr París báða hvítasunnudagana til að skoða ásamt vinum mínum hina undurfögru dómkirkju í Chartres, en hana hafði ég aldrei áður séð. Þriðjudagsmorguninn, þegar ég kom heim í hótelherbyggið og ætlaði að hafa fataskipti, fann ég hvergi tösku mína sem alla þessa mánuði hafði staðið þar kyrfilega út í horni. Ég fór niður til hótelegandans sem á daginn var vanur að skiptast á við konu sína að sitja í dyravarðarstúkunni. Þetta var lítill feitlagi náungi, rjóður í vöngum, ættaður frá Marseille og hafði ég oft gert að gamni mínu við hann og meira að segja leiki við hann teningaspil í kaffistofu hinum megin við götuna, því þetta spil var hans uppáhalds skemmtun. Hann rauk strax upp eins og naðra, barði í borðið og hrópaði dylgjurómi þessi dularfullu orð: "Nú já, einmitt það." Meðan hann smokraði sér í jakkann og hafði skóskipti, eins og venjulega hafði hann setið snögg klæddur og með inniskó á fótum, skýrði hann fyrir mér alla málavöxtu, en til þess að gera þá skiljanlega ef til vill nauðsynlegt að minna á sérstaka siðvenju sem viðgengst á frönskum heimilum og hótelum. Íbúar lítilla hótela og einnig flestra íbúðarhúsa í París hafa enga húslykla, heldur líkur húsráðandi eða dyravörður upp úr stúku sinni jafn skjótt og kallað að utan. Venjulega sá sem dyra gætir ekki í sjálfri stúkunni alla nóttina, heldur opnar hann útidyrnar úr hjónarúminu, oftast hálfsofandi, með því einu að ýta á hnapp. Þeir sem þurfa út verða að kalla le cordon s'il vous plaît og sömuleiðis þurfa þeir sem utan koma að nefna nafn sitt. Þannig á að vera tryggt að engin ókunnugur komist inn í húsið. Eina nóttina klukkan 2 hafði einhver hringt bjöllunni á hótelinu okkar og nefnt nafn sem hóteleganda lét kunnuglega í eyrum. Á uppleiðinni hafði hann svo tekið herbergislykil sem hékk í dyravarðarstúkunni.
Í rauninni var það skylda Kerberusarvors að líta gegnum rúðuna til að ganga úr skugga hver þessi nátthrafn væri, en til þess hefur hann sýnilega verið of syfjaður. En einni stundu seinna, þegar einhver hrópaði að innan Cordon, s'il vous plaît, í því skyni að komast út, hafði hann fengið eftirþanka af því að eitthvað var í bogi við þetta ferðalag svona snemma morguns. Hann hafði farið á fætur og skengst út á götuna og hann sá að einhver hafði farið út með tösku í hendinni, smegði hann sér í slopp og inniskó og veitti þessum grunnsamlega manni eftirför. En jafn skjótt og hann sá að þessi náungi tók strikið að litlu hóteli í Petit Champ götu, sló hann frá sér öllum grun og lagði sig í makindum á ný. Hann var sárgramur sjálfum sér fyrir þessa skissu og þaut með mér eins og hann stóð til næstu lögreglustöðvar. Rannsókn var þegar gerð í áðurnefndu hóteli og kom taskan þær í leitirnar, en hins vegar ekki þjófurinn sem augsýnilega hafði gengið út til að drekka morgunkaffi á einhverju krá þar í grendinni. 2 lögregluþjónar sátu nú þorparan þarna í andirinu og þegar hann hálftíma seinna kom grandalaust tilbaka var hann undir eins handtekinn. Nú urðum við báðir, húsráðandi og ég, að mæta hjá lögreglunni til að vera viðstaddir rannsókn málsins. Við vorum leiddir fyrir fógeta hverfisins, ákaflega feitan og hólátan mann með yfirskegg. Sat hann í fráhneftum jakka við skrifborð sitt, óþrifalegt og hrúað málskjölum. Skrifstofan angaði öll af tóbaki og stór vínflaska á borðinu sýndi að maðurinn var ekki úr hópi hinna herskáu og kaldrifjuðu stríðsmanna heilags réttlætis. Að skipun hans var fyrst komið inn með töskuna. Átti ég að skera úr hvort eitthvað fémætt hefði horfið. Það eina sem verulegt verðmæti hafði að geyma var 2000 franka tékkhefti sem þegar hafði látið all mjög á sjá eftir 5 mánaða dvöl og var í rauninni ónothæft öðrum en mér, enda lá það óhreyft á botninum. Eftir að bókuð hafði verið viðurkenning mín á því að allt væri með feldu, gaf fógeti skipun að leiða inn þjófinn, sem mér var ekki lítil forvitni á að sjá. Það var líka ómaksins vert. Milli 2 tröll aukina lögregluþjóna birtist flippalaus manngarmur með ritjulegt skeggstrý á efrivör, þústaður og kinnfiskasogin, enn átakanlegri í vesaldómi sínum vegna beljakanna við hlið hans. Þetta var, ef svo má segja, lélegur þjófur, eins og líka sannaðist á þeim klaufaskap hans að hlaupast ekki á brott með þýfi strax sama morgunin. Hann stóð niðurlútur og hálf skjálfandi frammi fyrir yfirvaldinu, líkt og honum var í kalt, og þótt skömm sé frá að segja, kenndi ég ekki einungis í brjósti hann, heldur var ekki örgrant að ég fyndi til samúðar með honum. Og enn jókst þessi samúðar fulla forvitni mín lögregluþjónn bar hátíðlega fram á bakka alla þá muni sem fundist höfðu þegar leitað var á honum. Kynlegra samsafn var naumast þetta að hugsa sér, rifinn og afar skítugur vasaklútur, lyklahringur með tilt af allavega þjófaliklum sem klingdu saman í fagurlegum kór, snjáð seðlaveski en til allrar hamingju ekkert vopn. Sýndi þetta reyndar að hann kunni allvel til verka en hafði þó farið að öllu með spekt. Þessu næst var skoðað í veskið að okkur ásjáandi. Sú leit bar all kyndugan árangur. Ekki var þar þó að finna neinar stór fúlgur í seðlum eða reiðufé yfirleitt. Innihaldið var hvorki meira en minna en 27 ljósmyndir af frægum dansmeyjum og leikonum, mjög léttklæddum, ásamt 3 eða 4 klámmyndum. Þessi hóraði raunamæti væskill var því ekki uppvísað öðrum glæp en þeim að vera ákafur fegurðar dýrkandi og að vilja bera við hjarta sér myndir af leiklistarstjörnum Parísar, þar sem þær voru honum ekki tagltækar á annan hátt. Þótt fógeti athugaði safnið mynd fyrir mynd með ströngu augnaráði, duldist mér ekki að honum var jafn skemmt og mér af því að rekast á þessa kringilegu söfnunarhneigð hjá manni af slíku tægi. Samúð mín með þessum vesela lögbrjóti jókst nú að mun við það að finna hjá honum smekk fyrir fögrum hlutum og þegar fógeti spurði hátíðlegur með penna í hönd hvort ég óskaði að stefna, kvað ég við skjótt og hiklaust nei. Ef til vill er nauðsynlegt að skjóta hér inn nokkrum orðum til skýringar. Í Austurríki og mörgum öðrum löndum er ákæruvaldi hjá ríkinu, en í Frakklandi er þeim sem fyrir lögbroti verður í sjálfsvald sett hvort hann vill kæra eða láta málið niður falla. Þessi réttarvenja finnst mér mun sanngjarnari en svo sem tíðkast hjá okkur,
Því með henni fyrrnefndu skipan leyfilegt að gefa manni upp sakir þótt afbrot hans varði við lög. Ef kona í Þýskalandi til dæmis veitir í afbrýðiskasti manni sínum áverka með skambissu, geta engar fortölur hans né bænir forðað henni frá dómi laganna. Ríkið skerst í leikinn, hrífur konuna frá hlið mannsins sem ef til vill elskar hana meira en nokkru sinni fyrr vegna þessa snögga ástríðukasts og varpar henni í fangelsi. Í Frakklandi geta hjúin leiðst sátt út úr réttinum og gert sakirnar upp sín á milli heima. Vart hafði ég kveðið upp skýlausa neitun mína þegar 3 hlutir gerðu sig senn. Væskillinn á milli lögregluþjónanna rétti snögglega úr sér og leit á mig þakklætis augum sem mér munu seint úr minni líða. Fógetinn lagði ánæður frá sér pennan, honum var sýnilega ljúft að losna við frekari skriffinsku. Allt öðruvísi brá húsráðanda mínum. Hann var eldrauður upp í hársrætur og tók að hrópa á mig að þetta mætti ég ekki gera, það yrði að uppræta þetta illþýði, sett með mín. Ég hefði ekki hugmynd hvílíkt tjón ég væri að vinna. Dag og nótt yrði sæmilegt fólk að vera á verði gegn þessum þorpurum og ef einum væri sleppt þýddi það uppörfun fyrir 100 af hans nótum. Þarna blossaði upp hneykslun hins ráðvanda en jafnframt smásmögulega borgara sem orðið hefur fyrir áreitni í starfi sínu. Hann bókstaflega heimtaði af mér með stóryrðum og heitingum að ég endurkallaði náðunina vegna þess ónæðis sem hann hafði orðið að þola. En ég sat við minn keip. Taskan væri kom til skila, sagði ég ákveðin, og þar með hefði ég ekki yfir neinu að kvarta. Ég hefði aldrei á ævi minni hafið kæru gegn nokkru manni og myndi eta feita nautasteik með meiri ánægju hádegið í dag ef ég vissi að enginn þyrfti að lifa við fangakost af mínum völdum. Húsráðandi andmælti af æ meiri ofstopa og þegar fógeti lýsti yfir að úrskurðarvaldið lægi hjá mér og málið væri því útkljáð, snerist hann snögglega á hæli, strunsaði út dyrnar og skellti hurðinni á eftir sér. Fógeti stóð á fætur brosandi að dólgslátunum og rétti mér höndina með þögulli velþóknun. Þar með var réttvísinni fullnægt og ég greip til tösku minnar í heimferðaskyni. Þá gerðist svo litið merkilegt. Þjófurinn flýtti sér til mín og sagði auðmjúklega: Nei, herra minn, ég ber hana fyrir yður. Og svo sprangaði ég göturnar heim til mín með þennan þakklóta burðarmann í eftirdragi. Þannig virtist þessu leiðindamáli ætlað að ljúka á gamasaman og ánægjulegan hátt, en því fylgdu skjótlega eftirköst sem birtu mér fróðlega hlið á franskri þjóðarsál. Daginn eftir, þegar ég kom til Verheerens, heilsaði hann mér með ertnislegu glotti. Þú lendir í kynlegum ævintýrum hér í París, sagði hann kíminn. Það kom mér allmjög á óvart að þú væri svona vel auðugur. Ég skildi ekki fyrst hvað hann átti við. Svo rétti hann mér dagblað og sjá, þarna var þá stór frétt af atburðum gærdagsins, þótt reyndar væri öllu til skila haldið að ég kannaðist við þá í þessum rómantíska búningi. Með afar fimlegri blaðamennsku var því lýst hvernig tiggnum gesti í miðbænum. Ég var orðin 10 til að gera þetta sem mest í munni, hefði horfið taska með fjölda verðmætra muna, þar á meðal 20.000 franka tékkhefti, upphæðin hafði tífaldast yfir nóttina, auk annara óbætanlegra hluta, í rauninni var þarna ekki annað en skyrtur og bindi. Í fyrstu hefði virst ógerlegt að reka spor þjófsins, þar sem hann hafði framið verknaðinn af eindæma slóttugheitum og sýnilega verið vel kunnugur staðháttum. En fógeti hverfisins hafði strax gert ráðstafanir af sínum alþekta dugnaði og grande perspicacité, mikilli skarpskyggni. Að hans undirlagi hafði öllum hótelum og greiðasölum í París verið gert viðvart í síma og nákvæm leit framkvæmd sem leitt hafði til skjótrar handtöku illvirkjans. Lögreglustjóri borgarinnar hafði tafarlaust veitt þessum ágæta starfsmanni sérstaka viðurkenningu því vegna atorku hans og framsýni hafði enn einu sinni ásannast hvílíkt fyrirmyndar skipulag á Parísarlögreglunni. Allt voru þetta auðvitað staðlausir stafir. Hinn ágæti embættismaður hafði ekki þurft að víkja sér andartak frá skrifborðu sínu og við höfðum fært honum þjóf og tösku beint upp í hendurnar. En hann hafði notað gott tækifæri til að afla sér vinsalda af litlu tilefni. Þótt ævintýrinu lyktaði þannig á þægilegan hátt fyrir þjófinn og hina háu lögreglu fór á allt annan veg fyrir mér. Húsráðandi, sem hingað til hafði verið hinn kumpanlegasti,
Reyndi eftir þetta með öllu móti að gera mér lífið leitt á hótelinu. Þegar ég kom niður stigann og heilsaði konu hans kurteislega í afgreiðslunni, tók hún ekki kveðju minni en sneri sér undan, móðguð og merkileg á svip. Herbergisþjónninn tók ekki lengur almennilega til hjá mér og bréf hurfu á dularfullan hátt. Jafnvel í verslunum í grendinni og í tóbaksbúð þar sem mér hafði verið tekið engar kumpanlega vegna mikilla innkaupa á reyktóbaki, mætti ég allt í einu járnhörðum kuldasvip. Ekki nóg með það að smáborgarlegt velsæmi hússins snerist gegn mér, öll gatan, jafnvel allt hverfið var í bandalagi við það vegna þess að ég hafði hjálpað þjófnum. Og loks átti ég ekki annarra kosta völ en að snauta burt með tösku mína af þessu þægilega hóteli líkt og ég hefði sjálfur framið ódæðið. Það var eins og að koma úr brennheitu sólskinni í forsælu að fara frá París til Lundúna. Í fyrstu setur að manni hroll en brátt hlýnar og birtir fyrir auga. Ég hafði fyrir löngu litið á það sem sjálfsagða skyldu að dveljast 2 eða 3 mánuði í Englandi, því hvernig er hægt að skilja heiminn og framvindu hans án þess að þekka það land sem hefur markað honum stefnu öldum saman. Einnig vonaðist ég til að geta liðkað mig í enskunni. Ég hef löngum verið stirðmáll á þá tungu með kappsannlegum samræðum og skemmtilegum félagsskap. Þetta fórst því miður fyrir. Eins og aðrir höfundar á meginlandinu hafði ég lítil bókmenntaleg sambönd handan sundsins og í öllum samræðum við mötunautana reyndist ég hörmulega illa að mér í öllu sem hirð, veðriðum og samkvæmislífi við vék. Ef stjórnmál bara góma kom ég að fjöllum þegar talað var Joe, hafði ekki hugmynd að átt væri við Chamberlain og væri sá rættar Sir að nafnbót notuðu þeir alltaf skírnarnafnið. Mállíska ökumanna í Lundúnum verkaði hins vegar á mig líkt og hlustir mínar væru fullar af vaxi. Framför mín var því ekki jafn skjót og ég hafði vonað. Ég reyndi að læra góðan framburð með því að hlusta á messur í kirkjunum, 2 eða 3 var ég viðstaddur réttarhöld og í leikhúsum var ég tíður gestur til að hlýða á ósvikið mál, en alltaf saknaði ég félagslindisins og glaðvarðarinnar frá París. Ég fann engan til að tala við þá hluti sem mér þóttu mestu varða. Á hinn bóginn þótti englendingunum sem mér voru vinveittir ég heldur óheflaður og leiðinlegu náungi vegna þess hvað vita áhugalaus ég var íþróttir, skemmtanir og stjórnmál og önnur hugðarefni þeirra. Hvergi tókst mér að bindast neinum hóp eða félagsskap traustum böndum og því varði ég tíma mínum í Lundúnum að langmestu leyti til starfa heima í stofu minni eða á British Museum. Í fyrstu fór ég í langar gönguferðir. Eftir viku í Lundúnum var ég orðinn sárfættur á labbi borgina. Eins og skildurækinn skólapiltur heimsótti ég alla merkistaði sem skráður eru í Baedeker, allt frá vaxmyndasafni Madame Tussauds til breska þingsins. Ég lærði að drekka bjór, lagði niður vindlinga, tók að reykja pípu að enskum sið og reyndi í einu og öllu að laga mig eftir staðháttum. En bókmenntaheimur þeirra og félagslíf var mér hvort tveggja alltaf jafn lokað og hver sem aðeins kynnist ytri háttum Breta fer á mis við flest sem mestu máli skiptir. Honum fer líkt á þeim sem gengur fram hjá stórhýsum auðfélagana og lætur sér nægja að líta á skyggðan nafnskjöldin. Kem ég inn í einhvern klubbin vissi ég ekkert hvað ég átti af mér að gera. Allt andrúmsloft hússins verkaði lamandi á mig og það eitt að sjá djúpa leðurstóla kallaði fram í mér andlegan doða því ég hafði ekki sömu þörf fyrir hvíld og hinir sem höfðu til hennar unnið með ötulu starfi og íþróttum. Iðjulaus maður í þessari borg kynnist lífinu lítt af ytri athugun einni saman nema hann hafi morð fjár og kunni á allar gestaþrautir samkvæmislífsins. Ég sá seinan að ég hefði átt að fá mér eitthvað starf þessa 2 mánuði í Lundúnum, annarkvort sem sjálfboðaliði í verslun eða sem blaðamaður. Þá hafði ég að minnstakosti fengið einhverja nasasjón af ensku mannlífi. Sem óvirkur áhorfandi kynnti sig fáu og það var ekki fyrr en í stríðinu mörgum árum seinna að ég öðlaðist nokkra þekkingu á hinu raunverulega Englandi. Arthur Symons var eina enska skáldið sem ég átti heimboð hjá. Hann hlutaðist hins vegar til að mér yrði boðið heim til 2B Yeats, en á ljóðum hans hafði ég sérstakar mætur og hafði einungis mér til gamans þýtt kafla úr hinum fagra ljóðleik hans The Shadowy Waters.
Mér var ókunnugt að þetta ætti að vera upplestarkvöld. Allmörgum völdum mönnum hafði verið boðið og það var svo þétt skipað í þröngum salnum að sumir urðu að sitja á skemlum eða jafnvel á gólfinu. Þegar kveikt hafði verið á 2 gildum og miklum altariskertum við hliðina á ræðustólnum, sem annarkvort var svartur að lit eða klæddur svörtum dúki, hóf Yeats loks lesturinn. Öll önnur ljós í salnum voru slökkt, svo að kempulegt svart lokkað höfuð skáldsins gnæfði eitt í kertaskimunni. Yeats las hægt, djúpri, hreimfaguri röddu og án allra tilgerðar. Naut hnitmiða form ljóðana sín til fulls í meðförum hans. Þetta var fagurt, sannarlega hátíðlegt. Hið eina sem skerti ánægju mína var það hve búnaður allur var viðhafnar mikill. Svartur kublinn sem gerði Yeats dálítið klerklegan í útliti, gild vaxkertin sem virtust gefa frá sér einhvern annarlegan eim. Af þessum sökum verkaði flutningur kvæðanna miklu fremur á mig sem helgiathöfn en venjulegur kvæðalustur. Var mér allmikið nýnæmi á slíku. Mér varð ósjálfrátt hugsað til Verhaerens sem vanur var að lesa kvæði sín snögg klæddur til þess að geta betur fyllt hrynjandinni eftir með styrkum örmunum. Þar var hvorki tilgerð né viðhöfn. Og ég minnist þess hvernig Rilke greip stundum bók og hafði yfir nokkur erindi, látlaust og skýrt, af hógvari lotningu fyrir ljóðinu. Þetta var fyrsti kvæðalestur sem ég hafði sett hann á svið og þrátt fyrir dálæti mitt á verkum skáldsins gat ég ekki varist tortryggni gagnvart svo miklum hátíðleik. Allt það hafði Yeats þakklátan gest í húsi sínu þar sem ég var. Merkasti ávinningurinn við þessa Lundúnaför var sá að kynnast verkum hins látna og hálfgleymda snillings Williams Blakes. Þessi umdeildi og einmannalegi listamaður hrífur mig enn í dag vegna þess samblands af snilli og óhöndugleika sem honum voru lagin. Vinur minn einn hafði ráðlagt mér að heimsækja myndlistardeildina í British Museum sem þá var í umsjá Lawrence Binyons til að skoða myndskreytingar Blakes í bókunum Evrópu, Ameríku og Jobsbók sem nú eru orðnar meðal fásiðustu safngripa. Ég varð alveg heillaður. Hér kynntist ég í fyrsta sinn einum þeirra kynjamanna sem rata að innri sín myrkvið hugmyndaflugsins án þess að vita þó ljóslega hvert stefna skuli. Dögum og vikum saman reyndi ég að skygnast dýpra og dýpra inn í völundarhús þessarar einföldu en þó ófresku sálar og þýða nokkur af ljóðum skáldsins á þýsku. Það varð mér næstum að ástríðu að eignast blað frá hans hendi þó slíkt virtist harla fjarstæðukennt. Þá sagði vinur minn, Archibald G.P. Russell, allra manna var fróðastur Blake, mér frá því einn daginn að á sýningu sem hann stóð fyrir væri föl ein af hugmyndum skáldsins, Jóhann konungur, sem okkur kom saman að væri fegursta blýantstekning meistarans. Þér munuð aldrei verða leiður á henni, spáði hann mér og það hefur ræst. Af bókum mínum og myndum var þessi teikning eini gripurinn sem var í eigu minni meira en 30 ára skeið. Og oft hafa kynjabjört augu þessa geggjaða konungs stara til mín ofan af veggnum. Af öllu því sem mér hefur horfið eða glatast, sakna ég á flækingi mínum mest þessarar teikningar. Sál Englands sem ég hafði árangurslaust leitast við að skynja á strætum og torgum, birtist mér skyndilega í hinum hálita persónuleika Blakes. Við þá ljúflinga sem fyrir voru hafði mér bæst einn nýr í hópinn.